Kæru vinir, já, klappið bara. Kæru vinir, hjartanlega velkomin í bleika messu hér í Borgarneskirkju í kvöld. En við erum hér saman komin til þess að minna okkur á að við eigum samfélag hvert í öðru og til þess að sýna samstöðu. Október hefur verið sveipaður bleikum ljóma undanfarin ár, svo þau sem greinst hafa með krabbamein finni stuðning okkar og samstöðu með áberandi hætti. Borgarneskirkja bleik, Borgarkirkja á Mýrum bleik og nú í ár bættust Hvanneyrarkirkja og Reykholtskirkja við. Við þökkum þeim sem græja bleika ljóman fyrir okkur hin, Krabbameinsfélagi Borgarfjarðar og velunnum kirknanna sem taka málin í sínar hendur. Þetta samvinnuverkefni, enda þetta mál sem kemur okkur öllum við. Við þekkjum líklega flest einhvern eða höfum heyrt einhvern sem greinst hefur með krabbamein. Að hverjum einstakling koma tugir ef ekki 100 manns, fjölskylda, vinir, vinnufélagar, nágrannar, nærsamfélagið allt. Þið sem hafið séð sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunnar í ár, tókuð líklega eftir öllum faðmlögunum, allri elskunni. Lítil stelpa sem bankar upp á með blómvönd, nágranni sem skilur glaðning eftir á tröppunum, vinnufélagi sem kemur með poka með matvörum, vinkona sem kemur með ís. Öll þau sem koma í heimsókn, hlæja, gráta, þegja og styðja, fjölskyldan sem umvefur. Og slagorðið í endan, þú breytir öllu. Við þekkjum það líklega flest sem höfum verið í innsta hring þeirra sem greinst hafa með krabbamein og líka þau sem eru aðeins utar á hliðarlínunni. Við viljum svo gjarnan hjálpa til en við vitum ekki alltaf hvernig. Hvað eigum við eiginlega að gera? Hvað eigum við að segja? En þetta slagorð rammar þetta svo vel inn. Þú breytir öllu. Því við getum nefnilega öll gert eitthvað. Bleika slaufan í ár samanstendur einmitt af vafningum sem vefjast hver annan og tákna þannig þá umhyggju og stuðning sem við njótum sem betur fer flest á erfiðum tímum. Við erum svo heppin að hafa hana hérna hjá okkur í kvöld, hönnuð bleiku slaufunar í ár, Sigríði Soffíu Níelsdóttur, en hún ætlar að flytja okkur hugvekju hér á eftir. Takk, elsku Sigga Soffía, fyrir að gefa okkur af tímaðinu. Freyjukórinn stendur hérna fyrir aftan mig og opnaði stundina með laginu Lilju Rós undir stjórn Hólmfríðar Friðjónsdóttur. Takk elskurnar fyrir að koma og flytja okkur þessa fallegu tóna og varpa svona bleikum ljóma yfir kirkjuna. Ég sé það reyndar bleikt hvert sem ég lít. Kirkjukórinn Knái hér að vanda og tekur vaktina í lok stundarinnar, takk fyrir það, undir stjórn Jónínu Ernu sem einnig undirleikari hjá Freyjunum hér í kvöld. Í kvöld ætlum við að helga stundin á öllum þeim sem glíma við eða hafa glímt við þetta stóra verkefni. Við sem erum hér í kvöld erum þau sem syrgjum og söknum, vonum og biðjum, þau sem vilja sýna samstöðu og fræðast. Við erum fjölbreyttur hópur fólks sem hér á ólíkum forsendum, en hér pláss fyrir okkur öll. Við leggjum þessa stund og þetta kvöld í Guðs hendur þegar við merkjum okkur kærleikanum, við signum okkur og við segjum. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Við spennum greipari vill, við lygnum aftur augunum með vill, draugum andan djúpt og við skulum biðja. Ég veit að aldrei dvín, ástin og mildin þín, því fel ég mig og mína, Guð í umsjá þína. Amen. See
Í Jesaja Gamla testamentisins stendur skrifað. Óttastu ekki því að ég er með þér. Láttu ekki hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með verndandi hendi minni. Amen. Í Rómverjabréfi Nýja testamentisins stendur skrifað. Megi Guð, uppspretta vonarinnar, fylla þig gleði og friði, vegna þess að þú treystir á Guð. Þannig færðu ofgnótt vonar fyrir kraft heilags anda. Amen. Öldugang lífsins, flæðið, öll það stjörnurnar á himninum og bara allt kemur og fer. Og síðan sungum við Feed the Birds, þetta er þessi yndislega fallega hvatning til okkar að gefa smáfuglunum og söngleiknum Mary Poppins. Að lokum til að syngja síðasta lagi sem við syngjum í þessari athöfn er Halleluja, lag Leonard Cohen. Textan gerði Þórdís Sigurðardóttir, hún syngur í Freykornar bóndi inn í Flókadal. Það gerði eitthvað textum í dag sem það fallur. Halleluja, gjör svo vel, takk fyrir. Halleluja, takk.
Sigríður Soffía Níelsdóttir ætlar nú að deila með okkur af reynslu sinni og náðargjöfum. Gjörðu svo vel. Sæl veriði og takk kærlega fyrir að bjóða mér hingað og ég verð að segja heiðurinn allur minn þar sem ég fæddist hérna í Borgarnesi og mér þykir svo óskaplega vænt Borgarnes. Og ég verð að segja, ég er sko næstu að gráta því mér fannst þessi söngur svo fallegur. Þannig ég var alveg svona, hvað með góður, ég má ekki vera farin að gráta áður en ég byrja að flytja erindið. En það er ekkert fallegra en samhljómur. Og það er ekkert fallegra en að heyra konur syngja í samhljómi. Samhljómur finnst mér vera eins og þegar þú dansar í takt með einhverjum. Þegar þú finnur bara fyrir fólki og þú heyrir að þið hljómið saman. Og það er svo nákvæmlega það sem gerist hjá aðstandendum þegar eitthvað gerist. Þá er þetta eins og það komi bara kvennakór á hurðina. Og það er svo fallegt. Þannig að takk fyrir söngin. Já, ég sem sagt lék mér hérna á Helgugötu 9 endalaust hjá ömmu minni, ömmu Gunnu sem var einmitt í þessum kirkjukór og mér er mjög mikið hugsað til hennar Bebiar, minnar bestu konu. Bebi er einmitt kona sem að kendi mér svo mikið í æðruleysi. Hún hafði alltaf húmor. Það er sama hvað gerðist, hvort það var leiðilegt eða skemmtilegt. Hún tók því alltaf einhvern veginn með húmor og meira þess að þegar hún var að missa heyrnina að þá snér hún sér bara við og sagði, vill einhver sherry? Ég er búin að snúa mér við, þannig ef þið segið nei þá heyri ég hvað sem er ekki í ykkur. Og hún var bara svo stórkostleg fyrirmynd og þrátt fyrir að ég hafi verið frekar ung að þá er svo margt sem hún gerði og amma mín sem ég hef tileinkað mér. Núna stend ég hérna fyrir framan ykkur sem hönnuður bleiku slaufunnar. Ég er ekki skartgripa hönnuður eins og svo margir hafa spurt mig. Ég hef hannað flugeldasýningar og ég hef verið danshöfundur síðan ég útskrifaðist úr Listaháskólanum. Fyrir mér er það að hanna slaufu bara að fyrsta augnablik. Ég hanna út frá minni sérþekkingu sem eru danssmíðar. Fyrir nokkrum árum þá byrjaði þetta verkefni Eldblóm. En það er semst Eldblóm með nafnið sem ég hann undir. Og ég er hérna með slaufun hálsinn. Slaufan í ár er semst 3 eldblóm. Og þið spyrjið ykkur kannski, hvað er eldblóm? Þegar ég hafði gert flugeldasýningar í 7 ár, þá áttaði ég mig á því að flugeldar voru allir hannaðir til að líkja eftir ákveðnum tegundum blóma. Og þetta er eitthvað sem ekki margir vita. Ef maður myndi rífa utan af flugeldakössunum, að þá í staðin fyrir trukkur, þá stendur bara bóndarós. Og svo stendur bara dalía. Og allir flugeldar sem sagt, springa upp á himininn og svo springur út blóm. Og japanska orðið fyrir flugeld er hanabi. Hana þýðir eldur og bí þýðir blóm. Þannig að þetta eru bókstaflega blóm. Mér fannst svo fallegt að átta mig þá á því að blómabeðið sem hún amma mín var með hérna á Helgugötunni var einmitt hægfara flugeldasýning blóma. Blóm sem hún ræktaði frá fræi, virkjaði og uppsprungu blómin í fyrirfram ákveðinni röð. Þetta blómabeð var mér mikill innblástur og ég gerði risavaxið blómabeð í Hallagarðinum í Reykjavík sem ég fannst svo tákgrænt. Blómin springu út í ákveðinni röð alveg eins og flugeldarnir á himninum. Svo á jörðu sem á himni. Nema hvað þegar ég er að gera þetta verk þá greinist ég sjálf með brjóstakrabbavin. Og ég varð að segja mig út úr öllum verkefnum og verandi sjálfstætt starfandi þá var það ansi erfitt. Eina verkefni sem ég treysti mér í að halda áfram var blómaverkefnið af því að það gerðist allt svo hægt. Og nákvæmlega eins og þið nefndið hérna, allt er endanlegt, ekkert varir að eilífu. Blómin springa út og falla svo í jörðina. En það sem er endapunktur, eða lítur út fyrir að vera endapunktur í blómabeðinu, sem ég finnst svo tákgrænt, er að fyrsta frost kemur og dalíurnar fella blómin og standa svartar og svona leðraðar, eins og það hafi verið kveikt í blómabeðinu. En það er í raun og veru ekki endirinn, af því inn í hverjum einasta knúpi er fullt af fræjum. Þannig að fyrir mér er þetta bara fullt af litlum óléttum blómum sem dreifa síðan fræjunum sínum og upp kemur nýtt upphaf. Ég er ekki sérfræðingur í neinu, en ég get sagt frá því sem ég upplifi. Og þegar ég var veik, að þá byrjaði ég að skrifa frá mér.
vanlíðan og þjáningu. Ég hef alltaf haldið að maður þyrfti að standa sig svo vel og vera frábær í öllu. En ég áttaði mig ekki á því hversu mikla þýðingu það hefur að gefast upp. Því að í uppgjöfunni sekkur maður niður á botninn en getur þá spinnt sér aftur upp á yfirborðið. En erfiðast getur verið að gefast bara upp. Og eftir þetta allt saman að þá myndi ég segja að ég væri blautur flugeldur. Ég er nefnilega hrifnæmari en áður og ég finn meira til. Hugmynd verður að sprengingu og hugsun að snjóflóði. Ég nefnilega fantaseraði í veikindum mínum að fá að hafa áhyggjur af einhverju aðeins minna alvarlegu. Ég fantaseraði að fá að hafa áhyggjur eins og ó Guð, í hverju á ég að vera í kvöld? Það er nefnilega allt betra en lamandi lífsræðsla. Og þess vegna er ég svo glöð að vera hérna með ykkur í kvöld því að einu áhyggjur mínar í kvöld eru bara mun ég missa bókina eða detti í stiganum og það eru geggjaðar áhyggjur að hafa. Ég sem sagt gaf út þessa bók svona hálfgerst fyrir slistni af því að þetta voru vissulega mínir erfiðustu tímar skrifaðir í bók. En svo var ég bara frekar blúsuð og vissi ekki hvernig ég átti að halda áfram og ákvaða að senda þessa bók út í kosmósið og það hefur aldeilis verið hvati inn í allskyns óvænt ævintýri. En mig langar að lesa fyrir ykkur nokkur ljóð úr bókinni og ég man ekki hvort ég sagði það í byrjun en það eru 800 konur á hverju ári sem greinast með brjóstakrabbamein og margir kaupa þessa bók þegar þeir greinast en mér finnst mjög mikilvægt að fólk viti af því að bókin er skrifuð meðan ég fer í gegnum þetta allt saman og eftir á. Þannig að ég vil segja að fyrri parturinn á bókin er mjög þungur og hann er þá félagi í þjáningunni. Og stundum er nefnilega gott að finna samhljóm í þjáningunni. Þegar manni líður ömurlega er dálítið gott að tala við einhvern annan sem líður líka ömurlega. Og eins er frábært að hafa félaga í upprisunni því seinni partur bókarinnar þá byrjar svona skriðið upp og þakklætið og gleðin í að finna hversdagsleikan. Af því að þetta er nefnilega engin öskubuskusaga. Því að eftir svona erfiðan tíma þá áttar mig að segja á því að það eina sem manni langar er að drekka heitan kaffibolla og geta faðma börnin sín. Og það er bara eiginlega ekkert efnislegt sem skiptir raunverulega máli. Ég ætla að lesa fyrir ykkur nokkur ljóð úr byrjuninni, miðjuna og enda þetta svona á aðeins jákvæðari nótum. Það er ekki læknar eða spítalar sem þú hræðist, það er óvissan sem hræðir þig og það er mannlegt að óttast hið ókunna. Svo til hamingju með að vera mannleg. Og þetta var læknir á krabbameinsdeild sem sagði þetta við mig. Hann veit ekki að ég gaf út bók með setningun hans og ég á eftir að fara og gefa honum eitt eintak. Mia Wallace. Mánudagsmorgun í Skógarhlíðinni. Sjónarhornið er svona eins og þegar John Travolta stakk Mia Wallace í hjartað í Pulp Fiction. Slaka á, vera hreyfingarlaus. Læknirinn heggur í brjóstið á mér og svo heyrist svona eins og smellur í hefti. Bara 50 metrar að ég get grenjað í bílnum. Mia Wallace greip andan á lofti. Og ég dró líka mér andan. Og hélt honum inni í 32 daga. Erfitt samtal. Ég er full aðdáunar. Læknirinn sem sagði mér að ég væri lífshættulega veik, hann endurtekur þetta daglega. Leikari í raunveruleikanum sem flytur fólki hræðileg tíðindi allan daginn. Ég dáist að samtalstæknin hans, að líkamstjáningunni, að orðunum, að einbeittu augnaráðinu. Hann hefur gert þetta í 20 ár. Hann horfir á viðmælandan, fyllast skelfingu,
og svo leggur hann dún mjúka kodda allt í kring. 3 rothögg. 1. Þú ert með illkynja krabbamein. 2. Við þurfum að komast að því hvort það er búið að dreifa sér. 3. Þú ert alvarlega veik og þú þarft samstundis að komast í lyfjameðferð. Ég dett út. Ég er bara komin út í geim. Ég er svona flýt herbergið og ég horf á hlutin í stofunni og í talstöðinni í geimskipinu mínu er kallað Sigríður, ertu með mér? Og ég finn að maðurinn minn tekur fastar í höndin á mér. Þú ert með læknalegt mein ef þú bregst vel við lyfjónum en þú átt erfiðan tíma framundan. Ef þú klárar allar meðferðir, lyf, geisla og skurðagerða þá ég dett bara aftur út. Ég sé jörðina út gluggann. Og manninn minn sitja á litla Íslandi með konuna sína inn á skrifstofu hjá lækni. Æ, hvað er leiðilegt fyrir hann að eiga konu með krabbamein. Og börnin mín. Ég á svo lítil börn. Ég bíð eftir því að einhver hoppin í herbergið og hljópi grín. En læknirinn kallar mig aftur inn í raunveruleikann. Hlýtt augnsamband stiplast inn í sál mína. Traustvekjandi augnaráð sem ég kallaði margsinnis upp í hugan á næstu mánuðum. Inn á milli bókinni eru síðan setningar á hvolfi og hér stendur ekki streitast á móti. Ég upplifi skömm. Ég skammast mín fyrir að vera veik. Undir meðvitundin leitar að ástæðu. Ég þarf að skilja hvað ég gerði rangt þannig að ég geti komið í veg fyrir að það gerist aftur. Hver er minnar gæfu smiður? Mjólk og tjara. Í 3 sólarhringa eftir inndælingu lyfja er mikilvægt að börn liggi ekki skinn við skinn þar sem frumudrifandi lyf geta svitnað úr líkama móður á barn. Ég vil 10 daga til að hætta með hann á brjósti. Ég held honum þétt upp við mig, skinn við skinn. Það er miðnótt og þögnin umlykur mig. Vindurinn leikur við trén úti og ég græt heitum tárum. Þau renna niður á fíngerða fallega höfuðið hans og ég hlusta á yndislegu vellíðunar hljóðin þegar hann svolgrar í sig mjólkina sem flæðir út munnvikinn á litlu bollukinnunum. Ég tek inn þessa stund heilbrigðis og hreinleika. Og svo skrúfa ég fyrir tárin og mjólkina. Núna er ég svarta tjaran í Nemo og draumalandið. Ég er brenninetla liggjandi undir sæng. Ég er eitraði hárkampurinn og rauða eplið. Ég vildi ég ætti glerkistu eins og mjallhvít til að vernda börnin mín fyrir mér. Og þá ætla ég að lesa eitt ljóð í viðbót hérna, svona tengt móðurhlutverkinu, að því að það sem er náttúrulega erfiðast er á meðan maður er veikur þá þarf maður að vera sterkur fyrir börnin sín og gerir allt sitt í að þau taki ekki eftir því hvað er raunverulega gerast til þess að þau fá að njóta æsku sinnar. Og ég lofa, ég les þetta og svo bara verð ég með eitthvað hresst. Að segja satt. Þegar mamma sagði að hún vildi vera rokkstúlka og þú fékkst að klippa hárið af, þá var það ekki satt. Mamma sagði vildi í stað verður. Þegar pabbi snóðaði mömmu, þá fannst mömmu það ekki auðvelt. Þegar mamma var í jólapakkastúsi á sunnudaginn, þá var nú bráðamóttökunni. Og þegar þú talar svefnpurkulifið, þá finnst mömmu það bæði sætt og sorglegt. Og þegar mamma var að hitta vinkonu í jólagleði, þá var hún í einangrunarherbergi númer 11 að fá taugaáfall og 2 lítra vökva í æð. Og þegar mamma keyrði rosa hratt heim, þá var það ekki út af spenningi við nýja blæjuþættinum. Mamma var með blóðnasir og bæði lófin og munnurinn á mömmu var full af blóði og mamma vildi ekki að þið yrðu hrædd.
En þú sást mömmu hrækja blóð í innkeyslunni, við þurfum að ræða það einhvern tímann. Og þegar mamma segir pabba, hún sé að fara í sturtu, þá er mamma ofta að gráta í sturtunni. Og þegar mamma málar sig og setur á sig maskara, þá er það fyrir ykkur. Þannig að þið sjáið ekki hvað mamma er veik. Mamma elskar ykkur svo heitt að hún lýgur og lýgur og lýgur. Ekki lesa þetta, það er of hefi. Finna hérna aðeins. Hugvekja kaffi og Gelandewagen. Í dag keyrði ég samhliða manni á Gelandewagen og augu okkar mættust í stutta stund. Hans augu voru dökk með þykkum augnhárum. Hann var með mjúkan ullar sixpensar á höfðinu í stíl við mjúka ullapeysu. Augun mín leka bara tárum. Ég er hárlaus sfinksköttur. Ég er bara húð allstaðar, mjúkar fellingar með flaujelstúrban og COVID-grímu sem ég þori ekki eins og taka niður þó ég sé ein í bílnum. Hann leit á símann sinn árættukennd og var með spenntar axlir og hann steig bensinnið í botn. En ég finn fyrir því hvað ég er einlægt glöð. Af því að í morgun drakk ég ilmandi kaffi í fyrsta sinn í 6 vikur. Ég dróða mér ilminn úr kaffipókanum áður en ég hellti upp á og mér leið ekki ömurlega. Ég hef áttað mig á því hvers virði dagreining er mér. Borgin er hljóð, myrkur og engar kröfur. Bara ilmur af heitu kaffi í morgunfrostinu. Ég held að í dag sé ég hamingjusamari en maðurinn á G-bensinum. Í miðri meðferð á ónýtum bíl. Elskandi kaffi. Og svo langar mig að lesa hérna fyrir ykkur ljóð sem er uppáhaldsljóðið mitt. Það heitir Ljómi. Og hérna, það þarf að vera tekið fram að þegar ég skrifaði þetta ljóð, þá var ég ekki, þá leit ég ekki út eins og ég lít núna. Þegar ég skrifaði þetta ljóð, að þá var ég að fantasera heilbrigði. Ég var sköllótt og lyfjabjúguð og mér langaði svo að líta út eins og afmælispakka. Og ég sendi mér þessa vinkonu minni einhver svona mynd af einhverju bikini með slaufum og ég þrái bara að vera með slaufur allstaðar. Mér langar að vera svo góð við líkama minn fyrst hann hefur þolað þetta allt saman. En já, þannig að ég skrifaði þetta og þetta er svona, já, þetta ljóð er svona grín, þannig að þið megi hlæja. Því það er svo gott nefnilega að hlæja. Afsakið. Ok, eru þið tilbúin að hlæja? Einu sinni var ég páfugl, en núna er ég leðurblaka. Einu sinni var ég kavíar, en núna er ég poki af hrognum. Einu sinni var ég villtur lax, en núna er ég meira svona Costco-lax í dós. Og einu sinni var ég kampavín, en núna er ég bara flöt astikan síaflaska. Og einu sinni var ég tært lindarvatn, en núna er ég bara drullupollur. En á drullupollinu mér er litrík olíubrák sem stirnir á í sólskininu. Og þá ætla ég að lesa hérna lokaljóðið. Nei, mér langar að lesa eitt í milli. Hinn dýrðlega hljóðmynd heilbrigðis. Ég heyri í leðrinu á konjaksbrúna sófanum þegar ég sest. Ég heyri í klökunum í kalda drykknum mínum. Ég heyri fætur strjúkast við teppi í borgarleikhúsinu. Ég heyri jazztónlist. Ég heyri hlæjandi börnum í frumsýningapartí og ég heyri glös klingja.
kliðin í frumsýningagestum, hláturskast. Einhver labbar hratt fram hjá mér og í kjölfarið einhver sem dregur fæturnar í þungum skóm. Situr hérna ein, viltu ekki koma og setjast hjá okkur? Kossa og vanga, ilmur af dásamlegu ylvatni. Nei takk, ég vil bara sitja í þögn og taka inn heiminn aftur. Núna skil ég nefnilega þá sem setja á metaltónlist og leggja sig við hátalaran. Þá sem vilja labba í kringlunni og hvíla sig á bekk í kliðnum. Þá sem finna sér fallegt bílastæði og gráta. Þá sem ókyrrast við að sitja í þögn með eigin hugsunum og þá sem sitja bara með slakar axlir og hlusta. Það kom mér nefnilega óvart þegar ég áttaði mig á því að ég er elskuð. Ekki það sem ég get gert eða það sem ég vinn við, heldur bara ég með allri þeirri óreiðu sem fylgir. Það er nefnilega öllum drullu sama hvort að vinnan mín gangi vel eða illa, en þeim er nefnilega ekki sama mig. Ég bjó í 5 fermetra rými í huga mínum, með hverri hugleiðslu stækkaði rými mitt. Með hverri stund í lyfjamóki flúði ég inn í mjúkan hugan og byggði þar hús og hallir. Síðar gat ég mölvað heiminn og endurraða brotunum. Hugur minn er ekki lengur skilgreint rými, hann er ósnortin náttúra, engi, syngjandi hrossagaukur, dramatísk fjöll og fljót, brimandi sjór og lygnar lindir. Og nú langar mér bara að þakka kærlega fyrir. Ég er aðeins minni. Mér langar bara að þakka kærlega fyrir þetta, dásamlegt. Nú ætlar kirkjukórinn að koma að syngja nokkuð lög og ég var búin að segja þeim eitthvað allt annað en ég að segja núna, en við ætlum að taka þetta í alveg eins röð og ræðumaðurinn knái. Við ætlum að byrja á svona rólegunótunum og svo verður þetta aðeins svona hressara eftir því sem álíður og svo alveg í endinn, þið eru sko ekki sloppin, þá eigið þið að fá að syngja aðeins með okkur. Þannig að ég ætla að biðja kirkjukórinn að koma hérna upp.
Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall, sem ritað af Matteusi og hljóðar svo. Þá sagði Jesús, komið til mín, öll sem erfiðið og berir þungar byrðar, og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á ykkur mitt ok og leyfið mér að kenna ykkur, því ég er auðmjúkur og hóvær í hjarta. Og þá munið þið finna fyrir hvíld í sálum ykkar, því að ok mitt er ljúft og byrði mín létt. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Gjörið svo vel að setjast. Ég valdi þennan Guðspjallatexta því mér fannst hann setja orð á það hvernig lífið er. Að stundum þurfum við að bera byrðar sem eru okkur næstum ofviða. Það eru tímabil í lífinu sem eru erfið. Það er bara þannig. Þau eru mislöng og þau eru miserfið. En með þessum huggandi orðum erum við minnt á að við þurfum ekki að bera þessar byrðar ein. Við erum hvött til þess að leita skjóls, leita stuðnings. Jafnvel þegar við stöndum frammi fyrir okkar erfiðustu aðstæðum, þá eru leiðir til að létta okkur lífið. Jafnvel þá eru leiðir til huggunar. Ég valdi þennan texta því mér fannst hann undirstrika mildi. Það er nefnilega alltaf verið að leggja áherslu á að við eigum að vera svo dugleg. Við eigum alltaf að vera svo rosalega dugleg og standa okkur svo vel. En stundum þurfum við bara að gefast upp. Stundum þurfum við bara að halla okkur upp á fólkin okkar og leyfa þeim að bera byrðarnar með okkur. Leita inn á við, halla okkur upp að Guði og finna þannig frið í sálinni. Textinn hvetur okkur til að finna leiðir til hvíldar, finna styrkin í samfélaginu okkar og trúni á æðri mátt. Textinn minnir okkur á að á erfiðum tímum er von. Við erum aldrei ein. Við getum fundið huggun, hvíld og stuðning hjá fólkin okkar sem getur borið byrðarnar með okkur í formi samúðar, skilnings og hlustunar. Dýr sé Guði sem styður og styrkir. Amen. Við skulum spenna greipar ef vill, lygna aftur augunum ef vill, draga andan djúpt og við skulum biðja. Guð kærleikans, við þökkum þér fyrir að á óvissu tímum þá ertu hjá okkur. Þú sem elskar, þú sem sérð, heyrir og huggar. Þú vakir yfir okkur og lofar að yfirgefa okkur aldrei. Kærleikur þinn getur hjálpað okkur í gegnum þau verkefni sem við fáum í fangið í lífinu, ef við bara hlustum. Opnum hjarta okkar og huga fyrir kærleika þínum og náð. Allar bænir okkar, kærleika, sendum við til þeirra sem við vitum að þurfa að halda. Við getum séð fyrir okkur andlit eða hópa
Sjáum fyrir okkur einhverju sem við vitum að þurfa að fá bleikt ljós í hjartað. Allar bænir okkar saminu við í bæninu sem Kristur kendi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Já, eins og þið heyrðum þá sungum við Nobody Knows. En það er oft bara gott að tala við almættið þegar okkur líður illa. Og svo sungum við afrískt lag sem heitir Vatn og sól hjá okkur. Það heitir eitthvað almætt barnasálmabókinni og svo sungum við afríska textan. Það er bara, þegar við þökkum Guði fyrir allar gjafirnar. Við ætlum að enda á svolítið hressulagi, þess að við, svo fáum þeir syngjandir, að sem að eitt kórfélagi þýddi Jesús á hraðanum eða Jesus on the main line. Þið mega allir syngja með eða viljið. Kæru vinir, takk fyrir góða stund hér í kvöld. Ég held við höfum öll fundið samstöðuna hér í kvöld og þegar við göngum út í haustmyrkrið getum við sendt bleikan ljóma og kærleika út í samfélagið. Það er svo gott að finna samtakamáttinn, saman erum við sterkari. Ég þakka þeim sem deildu með okkur á náðargjöfum sínum, Siggu Soffíu, söngfólkinu öllu. Takk fyrir samstarfið, Krabbameinsfélag Borgarfjarðar. Takk fyrir rökkurgöngurnar og ykkar góða starf á svæðinu. Við minnum á að það er hægt að fræðast félagið hérna frammi í forkirkjunni. Þar er einnig hægt að kaupa bleikan varning og styrkja þannig starfið enn frekar. Mér langar líka að nota tækifærið og auglýsa bleika gongslökun sem er í kirkjunni hérna á þriðjudaginn klukkan 8. Það er Erla Kristjáns sem leiðir þá stund og þið eru hjartanlega velkomin.
En áður við kveðjum þá ætlar Inga Stefáns formaður Freyjukórsins að fá að segja nokkur orð. Ég ætla náttúrulega að segja mikið. Mér langaði bara að færa Krabbameinsfélagi Borgarfjarðar smá gjöf frá okkur í Freyjukórnum. Einhver sem er hér sem getur tekið við því? Ég held að formaður sé hérna, Ingibjörg Inga. Já, það var æðislegt. Rísið á fætur, elskurnar, og taki mót postulegri blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Jónína Erna ætlar að eiga loka orðin hér í kvöld og ætlar að stefna okkur einhvern samsöng, heyrist mér. Já. Og eins gott að sér hann slökkvi á mæknum áður en ég fer að syngja. Já, svona. Við erum alveg samtengdar hérna. Sum ykkar kunna þetta, af því nú er þetta í þriðaskipt sem við gerum þetta. Við erum alltaf að vera betri og betri. Og nú erum við komið með hérna náttúrulega, eins og við vorum reynda með síðast, með auka kór. Það er svona krabbameinslag, eða sko það er lag sem minnir okkur á að fara í test. Nú er ég alveg í skömm. Fyrir árið síðan var ég að standa mig, en núna er ég í skömm. Það er svolítið síðan ég fekk náttúrulega hnipp á Ísland.is og ég er ekki ennþá búin að panta tíma. Þannig að nú þarf ég að drullast til þess. Og lagið er hérna allir í test fyrir krabbameinum. Og svo kemur allir í test, það bjargar lífum, það bjargar lífum. Ég var að segja þetta, allir í test fyrir krabbameinum. Allir í test, það bjargar lífum, það bjargar lífum. Mjög illa þýddur texti á mér. En ég ætla að spila lagið, svona 3 sinnum eitthvað, og svo ætla ég að láta ykkur syngja þetta í keðjusöng. Þannig bara, let's go.
Farið í Guðs friði, kæru vinir, nú engin hætta á neitt gleyma að fara í test. Við verðum raulandi þetta fram á jólum í það minnsta. Takk fyrir stundina, elskurnar.